Ja, þú var endurkomin sigur fyrir Lengjubikar-meistara, hvernig svona þín fyrstu viðbrögð? Bara ánægður að við sigurum leikinn á endunum og vinna Lengjubikar og taka þennan bikar með okkur. Leikur svona mjög slæmur byrjum hjá okkur, fyrst í 20 mínútur, lenda 2-0 undir og bara ekki klára í þetta. Vildum að komast upp með eitthvað 70-75% sem bara gengur aldrei upp í fótboltunum, alveg saman á móti hverjum þú spilar og sérstaklega ekki á móti mjög heita liði fylki sem er búin að vera geggir í vetur. En eftir þetta var svona bara wake up call, stillum okkur betur saman, náum að skora mark og byrjum að laga varnarleikin, sérstaklega í hálfleik í svona ræðunni þar sko, og þá kom svona allt önnur lið í seinni hálfleik og þá var bara, ég held, aldrei spurning sko. Við erum í geggjað standi og það bara sjást í seinni hálfleik að við svona bara tókum bara í rauninni bara og smellum okkur saman og taka bara skref eftir skref fram á við öllu sem við erum að gera og þá uppskiljum við á endanum að vinna leikinn. Eins og segir, fyrir áleikur lendið 2-0 undir, er það ekki eitthvað sem þið þurfa að vinna í fyrir bestudeildina að byrja leiki frá fyrstu mínútu, ekki byrja eftir hálftíma 35 mínútur? Mjög vel orðað hjá þér. Það er svona bara mest sem ég er ósáttur við og það er ekkert að gera fyrsta skipti sko. Þannig við verðum bara að læra að því og verðum að læra hratt utan núna er bara 2 vikur í mót og þú getur ekki alltaf koma inn í leikinn og gefa hinnum liðinu forskot og svo byrja að spila þá sko. En aftur á móti, það sýna líka ákveðin styrk að liði núna er ekkert að missa haus, jafnvel að erum að lenda undir, erum að halda áfram að gera hluti sem við erum að æfa daglega og eins og segir sko, svona vinna sem við vorum að leggja í vetur að koma liðinu inn í gott stand er að hjálpa okkur að snúa leikina við, en eins og þú segir réttilega, við erum að læra á því bara strax. Þú ert án Kitta Frey og Aron Jó ekki með náttúrulega banni, hver er staðan á Aroni og Kitta? Staðan er þannig að ég á von að þeir koma inn í þetta í rauninni bara í næstum dögum. Hvorki þetta 5 daga eða 7-8 daga en það er ekkert eitthvað alvarlegt meiðsli. Við erum líka með Jakob Frans sem er svona hægt róluleiðinni tilbaka og Bjarna Mark og Birkir Jakob sem voru líka fyrir utan í dag sko. Þannig ég vona innilega að þessi leikmenn koma núna í næstum dögum inn og tjeppa okkur enn meira saman utan segir sko þetta verður erfiður mót og við þurfum bara hver einasta leikmenn. Andi Hóti sóttur fyrir helgi, hver er svona, verður hann, ertu að horfa á hann sem byrjunliðsmaður eða hvernig ertu að horfa á hann? Ég er bara að horfa á alla leikmenn sem byrjunliðsmenn og líka bara svona sem leadsmenn. Það er svona eina sem skipta máli og endanum að allir leikmenn og við þjálfarar svona gefum og hjálpum liðinu, hvorki þetta 90 mínútur eða 30 eða 45 eða 1 mínúta. Andi Hóti bara enn og aftur, fitta í nýtt box hjá okkur, geggjur leikmaður með frábær karakter, hungraður að taka næsta skref á sínu ferli og bara mjög ánægður að fá hann. Eins og segir 2 ykkur mót, hvernig ætlar að nýta þessar restina af undirbúrstímabili að gera liðið sem klárast fyrir fyrsta leik? Bara halda áfram að vinna í hlutunum sem við erum búin að vinna allt vetur, fimpúsa þessa hluti, margt gott hjá okkur í öllum þessum leikjum en fullt af hlutum sem getur að gera betur og verðum að reyna að nota tíma bæði núna og líka þegar tímabil byrja. Nokkri leikmenn eins og þú varst að nefna eru svona kannski aðeins og eftir hinnum í svona líkamann ástand, þannig þurfum að koma heim í betra fitness ástöðu og bara tjeppa okkur enn meira saman og vera bara klárir 7. apríl þegar mótið byrja. Takk hérlega.